1958, eða fyrir 60 árum síðan, þá kom saman hópur foreldra og stofnaði Styrktarfélag Vangefinna. Þetta voru foreldrar barna með þroskahamlanir. Þeim stóð engin þjónusta til boða. Það var ekki til neitt í samfélaginu fyrir þennan hóp. Það eina sem fólki bauðst, hvort sem það voru börn eða fullorðnir, var stofnunarvist. Þessi foreldrar vildi ekki setja börnin sín á stofnun. Ás styrktarfélag, sem áður hét Styrktarfélag Vangefinna, var stofnað 23. mars 1958. Á 60. starfsárinu njóta hátt í 300 einstaklingar stuðningsfélagsins við að mæta lífinu með takmarkaðri getu en flestum gefin. Sérstæða félagsins, hún mjög mikil. Það er búið að vera án hagnaðarsjónarmið alla tíð og hefur aldrei rekið sig sem stofnun. Heldur verið að ætíð grasrótarstarf, verið út í samfélaginu og þjónað þessum hópum sem við höfum verið að þjóna alla tíð. Fyrsta dagheimili í eigu Styrktarfélagsins opnaði 1. júní 1961 við Safamýri 5 í Reykjavík og fékk nafnið Lyngás. Þá að koma hérna börn sem eru með vægari fatlanir heldur þau sem eru hérna í dag, en það eru svona 30 ár síðan að staðnum fyrir að breytast og það fara að koma hingað inn börn og unglingar sem fá ekki þjónustu annar staðar. Þannig að hér koma þá svona börn með alvarlega skerðingar og langveik. Og þetta eru grunnskólabörn og þannig að það er náttúrulega töluvert samstarf þá við skólana sem þau eru í og það er náttúrulega samstarf við sjúkraþjálfa, Landspítalann og allavega fólk sem kemur að hverju sinni. Þó við séum með svona mikið hóp sem þar er töluvert mikið skertur og þetta er allt eins og við segjum, þetta er allt strákar og stelpur sem eru hér á staðnum ennþá og ég er ein af stelpunum. En að þá höfum við verið dugleg að sækja þjónustu út í bæ. Að vera ekki bara eyland hér, það er líka bara starfsemi kallar á það. Þau kalla á það líka, þau þurfa mikla sérhæfingu, það er alls konar fólk sem kemur að hverjum einum. Svo er líka starfandi deild sem er búin að vera alveg í 30 ár. Byrjaði upphaflega sem samstarfsverkefni milli Lyngás og Samýraskóla, þar sem ungbörn fá þjónustu, mikið fötluð, koma þá oft bara beint frá Landspítalanum, hefur oft samband við okkur, þau geta verið alveg niður í 7 mánaða þegar þau byrja hjá okkur og þá er okkar hlutur mikið bæði náttúrulega að annast barnið en líka að styrkja foreldrana í sínu nýja hlutverki. Upp úr síðustu aldamótum þegar íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur var tekið að þjónusta öll börn og unglinga á höfuðborgarsvæðinu utan skólatíma, breyttist starfsemi Lyngás í að þjónusta annars vegar ung börn og hins vegar einstaklinga á aldrinum 20 til 30 ára. Auðvitað erum við ofsalega glöð og kátt ofta flesta daga, en það er líka oft sorg í húsinu. Við erum með mikið þeir sem sækja þjónustu til okkar eru oft veikburða og að stríða við alls konar veikindi og þá er líka svo mikið og við erum oft í jarðarförum, það er bara partur af starfinu okkar, við erum oft að kveðja, en þá er svo mikilvægt að nota góðu stundirnar. Eins og við erum stundum að fá lítið börn, við vitum að þau mun ekki lifa lengi, það er bara þannig og þá er svo gaman, ekki gaman, það er svo ánægilegt þegar efðabarnið, þegar það fer, eins og ein mamma sagði hún náði að fara í sund, hún átti leikskólaföt og hún náði einum sundtíma og það var æði. En svo erum við líka að horfa upp á foreldra sem eru kannski rétt að sætta sig við að eiga fatlað barn og þá þarftu aftur að takast á við sorgina að missa barn og það er ofsalega erfitt. Þessir einstaklingar sem kom inn á Lyngás, að þeir uxu úr grasi og þannig að það þurfti að gera eitthvað fyrir þá því að þeir voru fullorðnir eða fullorðnast. Þannig að þá er Bjarkarásbyggður og það er 71 sem að þá er opnað þar og svo tekur Lækjarás við og Ás vinnustofa
81. Þannig að það er 10 ára bil á milli í dagþjónustunni. Dagþjónustan þróast í anda þess tíma sem fyrst þjónusta og hæfing og vinnustofa. Þannig að það var líka ákveðin þróun í því, það var tekið alltaf lengra á hverju stíð, sem er líka bara mjög eðlilegt og þessi framsýni sem verður til þess. Og félagið hefur aldrei haft búsetu og vinnu á sama stað. Bjarkarás og Lækjarás eru við Stjörnugróf í austurhluta Reykjavíkur. Þangað sækja nú daglega 90 einstaklingar, 20 ára og eldri og leiðbeinendur eru 50. Í Lækjarás mikið unnið með boðskipti og fólk fær að velja það sem það hefur áhuga á í vinnu og virkni. Í Bjarkarási fer fram ýmis verkefnavinna, þar gróðurhús og sérstök deild sem kallast Selið og með mjög sérhæfða þjónustu fyrir ákveðin hóp. Það hefur átt sér stað mikil þróun hérna hjá okkur í gegnum árin. Árið 2011 var ákveðið að fara í ákveðna breytingar hjá félaginu þar sem við sáum í raun og veru að dagþjónustan eins og við kölluðum hana þá, það var svolítið svona, fólki fór ekkert áfram, það fór ekkert lengra, það var eiginlega ekkert sem tók við af okkur og þá fórum við að hugsa hvað getum við gert til þess að bæta þjónustuna og bæta við lífsgæði fólks sem kemur til okkar. Það var þau farið í það að horfa á staðina, Lækjarás, Bjarkarás, Lyngás og Ásvinnustofu. Hvað getum við gert til þess að fólk geti farið á milli, fólk fá fleiri tækifæri til þess að gera eða breyta til. Til dæmis má nefna að einstaklingar sem voru í Lækjarási voru með alveg ágætis vinnugetu en höfðu ekki tækifæri að fara í Bjarkarás að vinna af því það var bara ekki pláss, það var bara hreinlega ekki pláss. Það hentaði þeim líka kannski ekki að vinna allan daginn, en þeir gætu unnið kannski klukkutíma eða 2 tíma á dag og farið svo aftur tilbaka í annað prógram. Og með því að brjóta þetta svona upp og búa til þessa virknihópa sem við kallum, að þá losuðum við í húsunum og þá losuðum við plássin, þannig að einhverjir sem voru að vinna fór í virknihóp og þá gáttu aðrir koma að vinna í staðinn og þannig í raun og veru bara brutum við upp þetta kerfi okkar. Ég kem fyrsta viku, fór diskana og bollana. Samfara uppbroti á dagþjónustunni og þeim breytingum sem við fórum í 2013, þá breyttist það að áður fyrir þá sumir voru starfsmenn, aðrir voru þjónustunotendur. En í þessum breytingum, þegar við hættum að tala dagþjónustu og tölum vinnu og virkni, þá verða allir starfsmenn. Það allir starfsmenn sem koma til okkar. Það allir starfsmenn sem alveg sama í hverju fólk að taka þátt í. Virkni eða vinnu, það allir starfsmenn. Þetta hefur breyst frá því áður fyrr þegar styrktarfélag Vangefinna sem byrjaði, þá var gjarnan talað skjólstæðinga, seinna meir tölum við þjónustunotendur, en í dag þá eru allir starfsmenn. Nokkrum árum áður hafði nafni félagsins verið breytt í svipuðum anda. Nafnið á félaginu, Styrktarfélag Vangefinna, því var breytt fyrir 10 árum síðan í Styrktarfélag. Það var búið að vera umræða innan félagsins dálítið lengi nafnabreytinguna og það voru ekki allir sáttir við nafnið. Mörgum fannst Vangefin vera niðrandi orð, meðan öðrum fannst það bara ósköp fallegt orð því að það lýsti bara því að þér var ekki gefið eins mikið á öðrum. En það var tekin ákvörðun sem sagt að árið 2008 að breyta nafninu í Styrktarfélag. Hvort að það hefur breytt miklu eins og til stóð síðan annar að dæma. Ásvinnustofa hefur lengi verið í tengslum við þinn almenna markað samfélagsins.
81 urðu straumhverfi í atvinnumálum fyrir fatlaða innan allan okkar raða og það sem að þegar Ásvinnustofa opnaði og þá var búið að skapa umhverfi og tækifæri fyrir fólk til þess að leggja að mörkum með beinum hætti í samfélaginu þess að voru tekin vinnuverkefni frá þriðja aðila út í bæ og þau semst unnin inn á vinnustofunni og svo vinnustofan byrjaði í Lækjarási og flutti svo í Brautarholt þegar félagið fjárfesti í húsnæði þar á efstu hæðinni. Og síðan náttúrulega verða mikil straumhverf þegar við flytjum hingað í þetta hús hérna í Öðuhverfi 6. Við kaupum það 2015 og við flytjum hingað 2016 og þá komin aðstæða til þess að þjónusta alla, sama hvernig þeir eru eða hvaða hjálpartæki sem þau þurfa. Gott aðgengi í húsinu og all aðstæði til þess að aðstoða fólk og veita því þá vinnu sem að við getum gert og í samvinnu við þá aðra út í bæ. Það mikið af pökkunarverkefnum og alls konar sem unnið, en þá einnig að við höfum verið í þessu breytta kerfi okkar í vinn og virkni, þá ætlum við okkur lengra og við ætlum okkur stærri hlut á almennum vinnumarkaði fyrir þau til þess að styðja þau út svo þau taki þátt enn frekar og við sköpum þá fleiri tækifæri sem þá almenn verkefni og bara sem að þarf að vinna í samfélaginu. Ég búin að vinna hérna í meira en 20 ár. Ég hef aðalega verið í hérna á saumastofunum, þá hef ég aðalega verið í því að brjóta klúta eins og ég að gera hérna. En svo ég líka að pakka hinn og þessu annar staðar í húsinu, annarkvort tímaritum eða þá tóbakshornum eins og í morgun. Líma aðvöruna með á tóbakshorn. Saumastofan hefur frá upphafi verið öflugasta framleiðslueining vinnustofunar og afurðir hennar á boðstólum víða í samfélaginu. Við erum alltaf í hugmyndavinnu og við erum alltaf að reyna að finna upp eitthvað nýtt. Og við erum náttúrulega höldum þessum gamla saumi, svo bleiusaumi og alls konar klúta. Við saumum klúta í ýmsum stærðum bæði fyrir hreingerningarfyrirtæki Tandur. Einnig kaupa rekstrarvöru gríðarlega mikið á okkur. Þá gerum við sérstakar stærðir fyrir þessi 2 fyrirtæki. Við erum líka með okkar eigin stærð og okkar eigin lit. Við saumum óvilokkum í ýmsum litum. Við erum líka að reyna að finna svona nýjar áherslur. Það þarf að vinna hlutina upp þannig að saumakonurnar okkar geti saumað fyrst og fremst. Við leiðbeinendur erum ekki í því. Við hins vegar útbúum verkefnin þannig að þær geti saumað fyrst og fremst. Og þetta finnst þeim alveg gríðarlega spennandi. Þær eru með okkur í þessu. Þær koma líka að hugmyndavinnunni. Hvað myndi þær vilja gera? Og síðan þarf að vinna þetta svona svolítið í sameiningu vegna þess að einn getur þennan hluta og annar getur hinn hlutan. Það ekki allir sem geta gert allt, þannig að við þurfum svolítið að skipta niður verkunum. En það hefur líka gríðarlega þýðingu fyrir okkur að við erum í samstarfi við fyrirtæki út í bæ. Við erum líka vinnum í fyrirtæki sem heitir Tvill. Það vefnaðurverslun sem inn í Fákafenni. Þangað fara 2 starfsmenn og 1 leiðbeinandi og þar verið að pakka alls konar smá hlutum í poka sem selt í búðinni og þær eru náttúrulega sitja bara í búðinni bara við borð og vinna sína vinnu og það koma þarna viðskiptavinir og spjalla við þær ef þannig er. En það hefur líka mjög mikla þýðingu fyrir þau að fara út á staðnum. Góðan Valdís. Góðan daginn, skami. Og vera sem sagt í sem sagt umhverfinu líka og vera inn á venjulegum vinnustað, það hefur mikla þýðingu líka. Já, og þeim hefur alltaf bara langt besta vinkonu mín, hún alltaf að reyna að stríða mér í reglum.
Það missir gaman. Hún voru að missa alltaf. Hættu. Þetta er rétt hjá mér. Smíkó er vinnustofa sem er búin að vera að þróast svolítið síðustu 6 ár og nafnið er í rauninni með ákveðna merkingu sem að er smíða vinnustofa í Kópavogi og það sem að við erum í Kópavogi þá passa nafnið mjög vel en vinnustofan sjálf, einhverfir ungir menn eru að vinna við að smíða leikföng og leikföngin fara svo inn á leikskóla þar sem að leikskólabörn geta dundað og leikið með. Við hönnum leikföngin frá fyrsta punkti og við notum ákveðna verkferla sem að henta. Það er ekki allir sem að geta saga, það er ekki allir sem geta límt en það eru allir sem að geta gert eitthvað og það er eiginlega aðalmáli hjá okkur. Það er að allir nái að leggja sitt að mörkum og það er kannski það mikilvægasta og síðan er framtíðarplanið okkar er að komast út á vinnumarkað, almennan vinnumarkað en hafa þá bækistöð sem að væri Smíkó þar sem að allir þekkja nákvæmlega hvað það er sem þeir gera, hvaða hlutverki þeir gegna og komast síðan í vinnustæði þar sem aðrir eru að vinna og geta þá orðið hluti af samfélaginu og það er líka rosalega mikilvægt að allir almenningur vakni til lífsins og sjáu að það eru störf allstað sem að einhver getur gert og við þurfum svolítið að opna augum fyrir því að það eru alltaf einhverjir sem að geta gert litlu verkin sem að þarf að gera líka og þar eru strákarnir sem að vinna núna í Smíkó þeir eru að reyna að þjálfa sig upp í að gera litlu störfin sem að eru líka mikilvæg. Ég skrifa kastalakubbur og Smíkókubbur. Ég sé svona skapandi starf og við leggjum mikla áherslu á nytjavörur og bara vörur sem við getum selt í búðinu okkar hérna í Ási og við erum mikið að vinna með endurvinnslu og vera svona umhverfisvæn í því sem við erum að gera. Endurvinnslan sem við erum með er að við tökum á móti gömlu skarti sem að fólk er hægt að nota og það er klippt í sundur og flokkað eftir litum, stærðum og úr því verður nýtt skart sem að við seljum í búðinni og það skart sem við notum ekki fer í iðjuna og þar er fundið nýtt líf fyrir skartið. Við leggjum mikið metnað í það sem við erum að gera. Við erum ekki með föndur fyrir leikskólakrakka, heldur við erum að vinna með fullorðið fólk. Við erum líka mjög ófeimin við að pröfa eitthvað nýtt og taka þátt í það sem er að gerast á bara á markaðinum og fylgja straumum og hvað er í tísku. Þannig að það svona, við erum með. Við seljum allt á mjög sanngjarnu verði og allur ágóðið af því sölu í búðinni fer bara inn í starfsemina hjá Ási. Þess að halda áfram og þróa nýja vörur. Í framtíðinni þá sé ég fyrir mér meiri endurvinnslu og vonandi gott samstarf við Rauða krossinn efni við. Þá það sem að þau eru ekki að nýta í sína verslanir getum við fengið og reynt að finna nýtt líf fyrir, hvort sem við eitthvað sem við tökum í sundur og búum til nýtt eða finnum annan stað fyrir hlutina. Svona sem dæmi eins og púslin sem að við förum í gegnum og finnum nýjan stað fyrir púsl sem eru heil. Og þau sem eru ekki heil, þau fara í föndur og merkimiða og önnum verk sem við erum að vinna.
Á 8. áratug síðustu aldar fékk sú hugmynd aukið brautargengi að fólk sem vistað hafði verið á stofnunum gæti búið meira sjálfstætt og fyrsta sambýli styrktarfélagsins var opnað í Sigluvogi 5 í Reykjavík árið 1976 fyrir 5 konur. Og þar sýndi sig að þar gátu með stuðning búið bara sjálfstætt og stóðu sig algjörlega prýðilega. Æ síðan hefur þróun búsetumála miðað í áttina að meira sjálfstæði í búana. Og þá fer líka vandamálið frá því að vera í einhverju búsetu með öðrum á þurfa aðlaða einhverju sem að þú ert algjörlega ótengdur í það að vera bara með sjálfstætt líf. En við höfum líka unnið í því í búsetunni að breyta húsunum okkar frá herbergjasambýlum í það að vera kjarnar eða aukið eigi rými. Og við erum ekki alveg búin en við ætlum að klára dæmið einn daginn og þetta hefur gengið vel. Ég var alveg hissað þegar ég var heima, allt byrtist rafmahjólastól. Það get ég ekki með sjálf. Og með þess að ég klána rafmahjólastól útlöndin því mér í. Ég klána. Að ég vil vera sjálfbjarga og keyra mig sjálf. Engin annar að gera það. Af sjálfu leiðir að margt hefur breyst í hinnu félagslega umhverfi styrktarfélagsins á 60 árum. Það sem hefur skeið á þessu tímabili frá því að félagið er stofnað 58 í lagalegu umhverfi að það var náttúrulega lögin sem voru þá sem fólk vann undir, það var lögum fávita en svo breytast þau 92 og þá ferði að vinna eftir lögum þar sem að fólk á að vera tryggt lífi eins og fólk á að geta lifað eðlilegu lífi og það skiptir náttúrulega megin máli og það setur svolítið tónin. Síðan svæðisskrifstofur eru þá við lýði sem eru ríkisstofnanir og það var ekki farið að gera þjónustusamninga í þessu kerfi fyrir en 99 fyrsti samningurinn við okkur og þá er verið að reyna að taka utan þjónustuna, hvað er verið að veita, hvernig hún er einhverja skilgreiningar þar á bakvið en síðan er megin breytingin þegar raunverulega yfirfærslan er frá ríki til sveitarfélagin og sveitarfélagin bera ábyrgð frá 1. janúar 2011 og þá verður mjög mikið stökk í þjónustunni, svona fljótlega eftir það. Að það er náttúrulega á þessu tímabili þá verður að leggja áherslu á það að fólk komist að klára stofnanna, loka þeim, fólk komi í sambýli og svo núna að sé komist í kjarna, það sem sé í eigin íbúðum. Sem er náttúrulega megin breyting í gegnum þessum tíma. En núna, í dag, í staðan fyrir að vera með einn ríkissamninga sem var hérna áður, þá erum við komið 10 samninga sem eru þá margþættir og bæði samninga út á búsetu og út af vinnu og virkni sem að við fórum í að breyta úr þessum hefðbundna kerfi sem var hæfing, dagþjónusta eða vinnustofa og í það að fara í þetta nýja val sem er þá val það að geta valið sér hvar þú vilt vera og með hverju en ekki eins og kerfi var áður í eilugum flöskuhálsum þannig að þú bara fórst inn í ákveðna veggi og þú varst þar kannski nánast alla ævi. En svo breytum við þessum að byrja með þessar breytingar 2012 að mér minnir áspyrjum þá þegar við sáum að þetta bara gengi ekki og væri engan veginn eðlilegt líf. Þannig að við ákvaðum að reyna að ná því hvað væri eðlilegt líf eða reyna það, leitast við það og það er náttúrulega fólk hafi val, hvar það vinnur, hvernig verkefni og með hverju. Og þetta mun taka einhver ár en okkur hefur gengið mjög vel og fólk er mjög ánægt með þetta og það hefur breytt miklu. Þannig að hugmyndafræðin hefur breyst alveg óskaplega mikið og með sáttmála Sameinuðu þjóðanna að þá náttúrulega fengum við tæki í hendur til þess að vinna með líka. Það sem er kveðið á hvað er eðlilegt líf, hvað tækifæri þér ber að hafa í samfélaginu og það er miklu auðveldara með svona tæki að sækja þá þessi tækifæri. Og í 60 ára sögu þá skapast rosalega stór reynslubanki í öllu kerfinu. Og við náttúrulega sem félag erum búin að reyna allt mögulegt.
og ýmislegt og erum alltaf að reyna að gera betur og þróa okkur áfram. Þannig við erum búin að sjá alls konar aðstæður og kunnum að vinna úr þeim og við höfum skrifað okkar ferla til þess að gera það skilvirkara. Við höfum mjög skýra stefnumótun og sýna á hvað við viljum gera sem er tekið þá upp reglulega líka. Innviðirnir okkar eru sterkir, myndi ég segja. Við erum með áfallaáætlanir, við erum með árssamtöl við alla deildirnar okkar, forstöðumennina. Við erum með starfsmannasamtöl, þannig við erum með gæðamat, við förum yfir kröfurnar okkar reglulega, skoðum hvort það er ekki verið að uppfylla allt. Þannig að við reynum að leggja upp úr því að gera okkar besta alltaf á hverjum tíma að hafa sem ákjósanlegar aðstæður bæði fyrir leiðbeinendur og þá sem eru að koma til okkar þjónustu og leggjum upp úr því að gera flott, skila gæða vinnu í öllu, þannig að það sé alltaf best það sem við erum að gera. Á þessum árum sem liðin eru frá stofnun félagsins fyrir 60 árum síðan hefur mikið breyst. Það jákvæða er að viðhorf til fólks með þroskahömlun hefur breyst og þau eru viðurkenndur sem hluta samfélaginu í dag. Það er mjög jákvætt. Aftur á móti hefur þjónustan þó hún hefur aukist þá er hún ekki nægjanleg og það skortir ennþá mjög mikið á að það sé framboð fyrir alla og það sé val fyrir fólk, að það getur valið hvað það vilji í vinnu, virkni á daginn, í tómstundum og í búsetu. Virkilega, þar skortir virkilega framboð, vantar mikið. Við hjá félaginu höfum litið á þannig að þegar aðrir eru búnir að taka boltan og framboðið hefur aukist og það er val fyrir alla, þá getum við lagt rekstur félagsins niður. Ég vil segja svona nokkuð fallega kveðju. Ég bið bara ykkur öllum að Guð veri með ykkur öllum. Við sem erum svona, við þurfum ekkert að skammast okkur fyrir að vera fötluð. Sumir eru ekki alveg eins, en við fatlaðir, við látum ekki stoppa okkur. Við getum margt og við látum ekki einelti neitt leggja okkur í svoleiðis. Bara stöndum öll saman og við getum svo margt. Góðar kveðjur til ykkar.